Hérna ætla ég að sýna hvernig við teiknum upp snið í snjóbrættlu. Ég notfæri mér skrána sem er hérna, sem við höfum verið að teikna í. Og þetta sem við ætlum að teikna. Við þurfum aðeins að undirbúa skrána fyrst. Við þurfum að byrja á því að búa til layer fyrir þetta. Við ætlum að búa til layer sem heitir skurður í steypu hérna, og það sem ég geri að ég nota mér hérna, þannig að hérna layer til dæmis hérna, íti hérna new layer hérna. Það fáið annan sem byggir á þessum hérna hluta, og við skýrum hann inn einfallega bara skurður í steypu svona, og liturinn hérna á að vera 253. Síðan ætla ég að búa til annað sem heitir bara útlínur. Ég er ekkert að leggja þetta. Ég get notað hérna til dæmis tilvísun layer hérna. Við erum new layer hérna og skýrum hann. Útlínur. Svo. Og setjum litin í staðinn fyrir að sé hérna 12 og setjum við bara á fjúrarauðar hérna. Þetta dugar hérna í bíli. Síðan ætlum við að búa til þess að geta búið til hérna texta. Þá þurfum við að stilla líterinn. Þetta er svona líter. Og ég geri það með því að íta hérna á annotate flipan. Og á píluna hérna, multiliter style hérna, og manage multiliter styles hérna. Og þið ætti að vera með eitthvað hérna sem heitir standard. Það er sennilega ekki þetta merki fyrir framan hjá okkur. Það gerum ekki fyrir að búin að laga þetta. Við förum í modify og stillið á þessa staðreið sem við sjáum hérna. Þessi lítið format, þessi closet fill og þessi 1 mm hér. Lítið structure 1 mm, set landing distance, hakið við annotate hérna, mark lítið points 2, og content, m-test hérna, text style, smetlið það í Arial, test angle horizontal, test color by block, testa hæðin 2. Horizontal, þannig að þetta ætti að vera þá svona átti að vera stilt. Einu sinni niður þetta, þessar stillingar hér, stærðin 1. Ég íti bara pása á myndbandinu rétt á með að stilla þetta. Landing distance, massivity point, annotative, þetta er mikilvægt. Content, testastælinn Arial, testahæðin 2. Okay. Þá ætti að vera búin að búa til eitt multiliti sem að kemur svona þegar við fara að teikna þetta upp. Málsenni geintillum hana líka. Förum í annotate, flipan hérna og stillið hérna á, finnið þennan hérna dim 20. Þessi hérna. Stilla á hann. Og setjið skalan hérna niðri. Setjið hann í 1/20. Þá ætti þetta að vera klárt þess að teikna. Já, ég er alltaf búinn að teikna þetta upp hérna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum þetta. Við förum hérna í line. Ég erum í layernum sem heitir útlínur, sem við bjögum til áðan. Við fyrir line skipunina, og þetta er sem sagt 1500 mm á breidd og 1500 á hæð. Sjá, ég er svolítið ónákvæmur núna. Ég nota trim-myndir að klippa þetta til. Trim, einn svona space. Nei, ég get nefnilega ekki gert það. Út af því línan er ekki að skera sig. Þá fer ég hérna í extend. Einn svona space og svona. Síðan fer ég í trim, íta á escape á milli og space og klippi svo. Svona.
Síðan einhver svona brotalína hérna, hún er bara teiknuð frílans, hún er gerð svona, beint upp og aftur á ská. Svona. Svo fer ég trimmið í einn svona space og sker línuna svona niður. Og hún næri aðeins þarna út fyrir. Tökum við bara hérna einhverja 150 mínútur línu sitt hvoru megin. Svona. Síðan trappan hérna. Hún er offset 300. Smelli hérna niðri og þá fæ ég trappirnar. Komum það svo nátt hérna, svona. Þannig að þetta er 1500, breyta 1500 hæð og offset 300 hérna í tröppunum. Þetta hérna teiknaði bara svona brílan, svo sjá ég með þess að bekkan ekki nákvæmlega sér sveinu upp, eða skipta ekki þetta máli. Ok, ég ætla að klára að teikna útlínunar á hlutunum. Ég tek tröppuna hérna. Hún er hún er 180 mm á hæð og hún er þannig að hún er ekki metr á breidd og 1000 á breidd og svo held ég áfram 180 upp og 300. Þannig að ég nenni ekki að teikna allar tröppunar upp, þannig að nota ég með copy. Gerur svona, fór í copy, vel hérna þessar tvær línur, hít á space og klikka hérna á niður og hérna. Og þetta eru 6 tröppur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tröppur og íta escape, íta L og space til þess að kveikja á línunni. Ég tek 180 mm línu hérna niður og þetta er 180 mm línu hérna niður líka og þá fæ ég hallan. Íta svo space, kveikja línuskipinni, klára hérna. Escape og vel svo línu hérna og þetta delete. Það var trappan kominn. Ég teikna síðan pípurnar og járnin eftir. Hérna erum við með þjappa undirlag og þjappan sand og hellur. Þetta er í breiddinni, þetta var 1400, já, 1400 breidd. Svo skulum við fara í offset. Tökum einu línu sem er 1400, fyrir svo offset. Og ég slæði inn 72 mm, sem að þjappaða undirlagið er 72 í þessari teikningu. Íta space og aftur space, þá kveiki ég og slökki á offsetinu. Þú getur stillt á 75 og space. Tek þá hérna þjappaði sandinn og svo íti ég aftur á space eða þá ef þið eru búin að gera eitthvað, þá getur náttúrulega alltaf íbeint á offsetið. Hellurnar eru 45 mm á þykkt. Svona. Ok, þá er komið með þyktina á þessu, svo ætla ég að búa til hellurnar hérna, þessar hérna línur. Þær eru á breiddina, rétt hérna, það er 360 mm. Ég teikna eina litla línu hérna, skilgirinn er brún á hellunum. Tek svo offsetið, stilla það 360 og geta offsetað þessum línum. Svona. Síðast hérna út fyrir, þannig að það þarf ekki. Og svo klárum við þetta og setjum. Svo lokum við hérna í endan. Síðasta línan, hún er, tökum hún aðeins hérna út fyrir. Aðeins hérna frá hann, svona, og það er lengri og ég er að búa til svona brotalínuna, svona beint, beint niður hingað og svo aftur á skáfu. Svo fer ég í trim, getur einu svona space og sker í burtu og sögga. Svona, þá erum við konið með eitthvað grít fyrir hellunar hjá okkur. Svo ætla ég að teikna, núna ætla ég að teikna upp pípurnar.
Við erum með layer hérna sem heitir hvað er það? P-snjóbrásla hérna. Með hann hér og ég vel offset og fer svo hérna niður í properties gluggann hérna út á layer og passi að sé valið hérna current. Veit ég bara það. Þá hérna notvarum sér þá offsetun en heldur sér þessum hérna layer. Bíljan á milli eru, sjáu það hérna, það er gefið upp hérna. Það er 80 mm inn og svo 150 á milli. Þannig að við byrjum að stilla þetta í 80 og ég tek hérna alltaf fyrirlínuna. Ég tek þær bara allar í einu. Það þarf ekki alltaf að endurstilla offsetið fram og tilbaka. Svona. Svo veit ég á offsetið og stillaði 150. Það er það þessa hérna línu á milli. Síðan ætla ég að taka þessa sveigju hérna og þið sjáu fylgi í þessu og sjáu það að þetta er að koma hérna inn, þetta er löpp og svo fer það tilbaka aftur og endar hérna inn. Við byrjum að taka beygirnar hérna aðeins. Hvernig gerum við það? Nú að nota hérna filletið. Það er ekkert að stilla radíusinn eða neitt. Ég smelli á fittilínuna hérna í innri lögnina í fittildarökunni og hérna. Það stendur þetta náttúrulega út fyrir. Við viljum það ekki. Hvað gerum við þá? Ég ætla að offsetta út af því að fjarlægðin hérna, svo hérna, hún má ekki vera meira en 80 mm frá. Þetta er bara okkur öryggisatriði. Steypa fara ekki að springa og svona. Og ég fer þá í offset og stilli þá á 80. Tek þessa línu hérna, svona. Ég bara nota þessa línu sem viðmið. Íta á escape, vel þessa bogan, fyrir move og teka svona inn, svona. Ok. Íta svo escape, aftur á move, hérna. Tek þessa línu og dreg hana hingað. Þess að það kemur svona kassi hérna. Dreg hana hérna. Síðan tek ég trim og space og ég klippi allar hitalagna-línuna. Passa að klippa ekki tröppunar, bara hitalögnina. Trimma hana hérna, klippa hana hérna. Svona, og íti svo eyði hérna þessa línu. Þetta er ég að gera út af því að nú er ég búinn að segja, nú getur nota filletið aftur. Og svo sko, þessi hérna og þessi eru réttar svona. Og sama hér, ekki. Staðan fyrir að fór út fyrir, þá eru strax búin að skilgreina. Og bílið hérna á milli ætti núna að vera allatið. Þá erum við að vinna marka. Og fer hitalögnin ekki of utalega í brúnna. Þurfum að gera þetta sama hinum megin. Við gætum líka stytt okkur leið sko. Nei, skulum gera það saman bara, þetta er ágætis æfing. Tek billetið. Það er svo sett. Og sjá, svona ruglað í þessu. Já, og svo hérna. Þessi og þessi. Sjá, hún er skökk. Ég fer í offset, 80. Smelli svona. Tek svo move. Svona, þetta er space og dregur línuna hingað. Tók svo trimmið og space. Nei, tók ekki trimmið. Ég tek hérna move. Færi línuna fyrst og svo tek ég trimmið og space og klippi þetta svona til. Þannig að eyði svo þessa línu okkar, hjálparlínunni. Búinn að nota hana. Tek svo filletið og vinn með áfram. Hérna og hingað ekki. Þá er auðvitað að fara tilbaka. Þá íti ég hérna og hérna. Ég íta space til að kveikja filletinu. Space, fillet. Svona. Og okkur vantar það bara 2 línur hérna upp. Byrja því að taka, fyrir bara í sama, offset. Svona. Og offsetum aftur
150, þá er komið sama bilið og þetta er alltaf í. Tek svo filletið og nú þarf að stilla radíusinn. Það stilla radíusinn á 50 og beigir hérna, space og svona. Svo það passa ykkur á því þið verður að smella alltaf með, íta út á fyrir fillet. Ef við erum að til dæmis að smella hérna, ef við smelli hérna fyrir neðan þá fer hann niður. Ef við smelli fyrir ofan þá fer hann upp. Þannig að passi ykkur á því. Fillet, radius, 50. Smella þessa línu, íta space til að kveikja aftur. Smella þessa línu. Svo vil ég ná aðeins hérna upp úr. Ég tek hérna línu bara hérna einhvers staðar, það skiptir ekki öllu máli. Sirka 200 mm frá hann. Extend, smella þessa línu og space og smelli svo á tryggina og skjóta eftir henni og eða svo þessu út. Þá er þetta svona. Hatsið sjálft, eða fyllingin sem er hérna á milli. Við byggum til leið sem heitir skurður í steypu. Stilla á hann. Förum í halsstillinguna og velji hérna solid og smelli svo bara einfallega hérna inn í reitina. Þið þarf að pikka í hvert hólf fyrir sig og nota línuna til þess að skilgreina sig og svona close. Þá er þessi komin. Hérna eftir að teikna upp pípurnar, það eru 80, 80 og 150, bara eins og við vorum að teikna á það. Stillið á layerinn P, snjóbræðsla. Við erum með offset, byrjum á 80. Setjum hérna og hérna og svo eitt offset sem er 150, svona. Tek svo hringinn og teiknum hérna og segjum hérna 20 í radius og svo copy og segjum hérna að sé 150 mm frá. Nei, já, ég er að sýna þetta einu svona hérna, ef þetta tek copy, vel þetta, ít á space, grípi hringinn, renni mér af stað og slæði þá hann 150 og enter og svo skip. Þessa línu með að fara. Þá er þess að koma inn. Síðan getum við einfaldlega tekið hann og vel þetta, ít á copy, smella blávatni hérna og kópera mig svona upp með þetta. Það þarf ekki að teikna þetta aftur. Síðan ætlum við að kópera hérna niðri. Þá er einfaldast að gera þetta svona. Íta hann á copy. Ljóma þetta, íta á copy og smetla horni hérna og horni hér. Ok. Síðan íta ég escape, vel þennan hérna. Copy. Og smetli svona á þetta. Þetta er ein leið til að fjölfalda hringið. Það er já, síðast er bara hérna. Við erum búin að nála þarna í endanum. Þetta er læg. Við erum svo að taka járnin. Ég bjó til layer hérna áðan. Ég var að teikna þetta áðan, hún heitir járnalögg. Ég þarf að búa hana til líka. Svo, leita. Hérna. Járnalögg hérna. Svo erum við layer properties. Þetta þýðir náttúrulega ekki með hennar layer sem heitir járnalögg. Við þurfum að búa hann til. Hérna. Við sjáum stillingina á honum hér. Ups. Kannski
veljið, þið getið valið til dæmis bara neysluvatnslayerinn hérna og ítið á new layer, kallið þetta járnalögn. Bara sem þessi rauður hér, línuþykktin, það er hún sem þarf að bylast. Takið hérna 0,4 eða 0,5, nei 0,4 bara, það er rátt. 0,4. Svona. Og segir svo hérna set current. Það þurfi ekki að leita hann aftur. X hérna, ok. Og svo skulum við bara teikna, við komum nota pollen. Teiknum eina línu og nú að vera hérna aðeins fyrir neðan. Örlítið fyrir neðan, ekki snerta hringinn, út af því að sko, ég tek hérna bara svona og hérna upp að. Kveiki hérna á show height line width, kveiki á því. Svona, þá sjáum við hérna þykktir á línuna. Já, þessu átti að vera örlítið lengra hérna út og sjáum við núna sko, þegar ég prentið þetta út, þá lítur þetta einhvern veginn svona út. Þetta lítur ekki svona út þegar ég prentið, þetta er uppnöður svona. Teiknið svo samaskapi línu sem er hérna einhvers staðar og hingað að. Svona. Teiknið svo aðra línu hérna undir, hún er ekki alveg í miðjunni, hún er hérna einhvers staðar, það skiptir ekki alveg öllu máli nákvæmlega. Ég tek hana hingað, svona. Hérna sirka við endan og hérna og aðeins hérna undir hinn línunni, svona og svona. Það var skilgreina járnið. Tökum svo filletið, dillum radíusinn á 25, ætli ég að segja, það er ekki. Nei, 25 er of mikið. Tökum filletið, dillum radíusinn bara á 10. Þannig að svona, og við space og svona. Það var þessi komið inn. Þá getum við tekið þessa hérna línur, þessa og þessa. Gripum alltaf. Og copy. Og smellum á hornið hérna. Og copyraður hérna uppi. Allt saman. Svona. Stittina er sérna í endan og þá járnið á aldrei að ná svona ullarlega. Rétt undir rauðinni hér. Svona, þá áttu það að vera komið. Þá áttu okkur bara að sé að það er að sama áðan. Tökum, sko, ef við nennum ekki að leita leiðinum, þannig við vorum búin að nota hann áður, þá get ég smelt á hassi hér. Fyrir home og segi hérna make current. Ok. Þetta er svo aftur á hatsið, hérna. Og þá ætti layerinn að vera hérna áfram. Og ég pikka hérna solid og smelli þetta inn í. Og close. Það skrifir sig. Svona, það er komið. Ég ætla að tekna núna járnalögnina hér, eða sem ekki, jú, byrjum bara á, nei það er ekki járnalögn hérna. Það er bara rör, það er bara rör. Ég gera það sama, ég hérna, út að ég var búinn að nota hann layer á, spjört nöfnbrakla, ljóma hana og segi hérna make current. Þá er það búinn að stilla layerinn, íta á escape. Og síðan eru rörin, það er 200 á milli, það er 100 mm í fyrsta rörið. Við skulum búa til smá viðmiðunarlínu, segi hérna offset 100. Smelli hérna. Þetta er bara til að miða mig við og ég ætla að trimma hana niður. Trim og space, klikki hérna, ok, til escape, tek svo hring og þá fæ ég miðjuna hér og segi þessi hringur er með 20 í þörmál eða 20 mm radíus. Þetta er burtu. Og nú ætla ég að nota aðra skipun, ég notaði copy áðan, nú ætla ég að sýna ykkur array. Ljómi hringinn. Þetta er array hér, ekki patti eða bólið, bara rectangular. Ná, kemur þetta svona.
ég ætla að stilla hérna uppi, ég veit ekki hvað margar kólur, ég ætla að segja hérna, það er bara ein hæð af þessu og það eru 200 mm hérna á milli. Þannig, 200 mm, þetta fyrir hérna áttina, ég ætla að sýna ykkur hérna, það eru 200 mm inn í milli. Þetta lítur svona út, þá getið gripið hérna í ringi, eða þríhyrningi sem er hérna og dragið þetta í hérna og sjá að þegar eru konur með nægilega mörg rör, það geta alltaf haldið áfram, en stoppið hérna einhvers staðar og smellið bara með músinni. Svona getum við stillt þetta, ég sagði þetta verið 200 mm, eða 200 mm milli. Það var bara ein hæð og svo getum við bara handdregið þetta fram og tilbaka. Close. Ég geti líka sagt eins og tölu núna, 7 columns, ein hæð, mínus 200 milli, punktur. Það þarf ekki að hugsa neitt meira. Close, þarna. Síðan tek ég adsið, svo þetta eru 2 mismunandi högst, þetta er sama layerinn og er hérna, nota það bara. Home með current. Er í haskipuna og vel hérna ANSI 31 og stilli hérna á 90 og hérna á 5 og þá getur við smellt hérna niðri. Það er ekki að smellt hérna niðri, dugg og close og svo aftur hans hérna og ætlum að hafa þetta hérna. Nei, ok, það kemur svona close. Þetta getur alltaf komið fyrir. Svo koma hringir hérna á, segja mér hérna eitthvað villa. Ég ætla að fara það bara aftur í home og ég nota þá filleti. Það er eitthvað mikrómál hérna sem að þetta lekur. Ég ætla að loka þið með filletinu. Ég silla rad í svona 0. Og svona. Og sama hérna, það var lekið hérna á milli. Prófum þetta aftur. Þannig, ég smelli hérna hana. Það er enda á. There might be gas between the boundary also display. Hún sýnir mér ekkert. Jó, ég sé það hérna. Ég sé þarna gapið. Núna get ég, það er hérna extend og skýti sér út. Þetta var svo mikið, þetta var bara gap, þetta var ekki eitthvað mikrogas sko, þetta var bara gat. 28, ANSI, smelli hérna á. Ok, og nú get ég stillt sko, setja hérna bara í, hérna, hengur hérna í 0 og þessa hérna í 3 og svo close. Bingo. Það vantar okkur bara að testa. Það er lítirinn hérna, við vorum bara að stilla hann áðan upp að miðbansins. Smelli hérna á lítir og dreif þetta svona upp og til hliðar. Ég er í vitlausu layer. Það er til hérna eitthvað sem heitir texti 1, notum hann. Lænir, bæði fyrir þetta og lítið hérna, dreif þetta hérna upp og skrifa hérna eitthvað undirlag. Þið sjáu þetta hérna á fyrirmyndinni hjá okkur og svo ætla ég að setja málsendingu. Setja málsendingu hér og hér og það er svo áðan átti að eiga hérna layer sem heitir málsetning. Hérna, segir bara málsetning 20 og þið voru búin að stilla þetta áðan hérna, setja dæm 20 hér og þá getur við smeltið saman. Og rörin eru svona. Það var að fara hérna í miðjuna hringinn. Svona. Svona.
og þið getur þá notað continue hérna til að taka 2 þráða í viðbót. Og svo málsetja ég hérna við þessa hérna líka og þá ætti þetta að enda svona. Þannig að hérna þversnið undir hellanum, hérna þversnið fyrir stigann og hérna þversnið fyrir grunnmyndin af stiganum. Takk fyrir það.